Jæja, þá er komið að fyrsta lesefninu og hvernig ég ákveð hvað ég hef til prófs. Ég gæti vissulega spurt eitthvað annað en talið upp hér, en það verður þá sjaldan og lítið. Aðalatriðin eru þessi atriði sem ég fer í gegnum núna. Í kaflanum hvernig virka glóstangir, og svo er slóð þarna og þegar ég hafa fengið þetta útprentað og ég sendi þetta líka á Facebook. Það sem þú átt að vita í þessu kafla er mikilvægast og átt að leggja áherslu á, og í raun og veru ættiru að lesa í gegnum glósurnar þínar og sjá hvort þetta kemur fram í glósunum þínum. Bæta ég þá við ef þetta vantar áður fyrir að hugsa eitthvað annað, eins og að setjast niður og lesa allt lesefnið upp. Það er ekkert vit í því að lesa þetta bara eins og sögu. Það eru ákveðin atriði sem þið að vita og ef þið vitið þau, þá eru þið í góðum málum. Það er síðan þegar þið eru komið með öll þessi atriði meira og minna á hreint að þið getið farið að dunda ykkur við að lesa eða hlusta á kaflana og sjá hvort að safna inn svona einhverjum svona ómerkilegri atriðum, einhverjum titlingaskít. En það sem þú átt að vita í kaflanum hvernig virka glóstangir er að rafeindir á atómum, að rafeindir sveima utan atóm svona eins og reikistjörnur í kringum sól og stundum gleypa þessar rafeindir orku. Og þá geta þær stokkið upp á annað hvolf. Það þarf meiri orku til að vera á hærra hvolfi heldur en lágu, þannig að þær hoppa þarna upp. Við fórum vel í þetta í tímanum, við lékum þetta og við hlupum svona, þetta voru hlaupabretta líking, að þú fékkst orkudrykk og hoppaðir þá hraðskreiðar á hlaupabretti. En svo var hitt atriðið að þó að rafeind hoppi upp á hærra hvolf, þá gerist það aldrei nema í smá stund vegna þess að eftir augnablik þá mun rafeindin detta aftur niður á lægra hvolf, ekki endilega sama hvolf og hún fór frá, heldur bara lægra hvolfin hún er komin á, og við það missir hún orkuna burt frá sér sem ljós. Það er náttúrulega ekki hægt að eyða orku, það er bara hægt að flytja hana á milli staða og breyta mynd hennar, og þarna hefur orka sem getur verið margs konar orka. Þarna hefur hún breyst í ljós með því að fara inn í atómið og hoppa og detta niður aftur. En hún gæti svo sem alveg að vera ljós til að byrja með. Því að þekkja hugtakið rafsegulbylgja, vita að ljós er rafsegulbylgja, og því að lærið helling ljós í hinum köflunum líka, og því að vita að ljós eins og við sjáum það er bara lítill partur af rafsegulbylgjum, og það er mjög mikilvægt að þið þekkið nokkurn veginn röðin af rafsegulbylgjum frá orkuríkustu rafsegulbylgjunum niður til þeirra orkuminnstu. Því að vita hvar sýnilegt ljós stendur í rafsegulrófunni, þar að segja hvaða tegundir rafsegulbylgna hafa meiri orku og hvaða tegundir hafa minni. Því að vita að það má búa til ljós með ýmsu móti, til dæmis með því að hita hlut eða með öðrum leiðum, með því að nota eina tegund af ljósi og láta verða til aðra tegund. En glóstangir er að vita sérstaklega að glóstangir nota efnaorku til að búa til ljós, sem er gott vegna þess að glóstangir hitna þá ekkert ofboðslega. Það eru til margar leiðir til að búa til, sérstaklega náttúrulega ef þú býr til ljós með hita, þá náttúrulega eyðir rosalega orku í að hita hlutin þó þú sért ekkert endilega að leitast eftir hita. Og því að vita hvernig má hafa áhrif á það hversu skært glóstangir skína með því að breyta aðstæðum, til dæmis hitastigi. Og þetta er útskýrt mjög vel neðst í kaflanum.